Ketill hét drengur eins og gengur. Hann var 11 ára og bjó í stóru húsi á Akureyri með foreldrum sínum. Eins og gengur. Hann fór í sinn skóla eins og gengur. Nei, ekki eins og gengur. Ketill fór í sína skóla. Það var tónlistarskólinn, teikniskólinn, dansskólinn, kirkjuskólinn og handboltaskólinn. Lífið gekk að öðru leyti eins og gengur. Það var sumar, það kom haust, svo kom vetur, svo kom desember, eins og gengur. Ketill og foreldrar hans buðu komu gesta sinna til að halda upp á sjálfa jólahátíðina. Ketill situr með Agli frænda sínum og hlustar á fræðasögu hans. Það er búin að segja að ég slapp á 28 manna fyrir Madagaskar. Þú er ekki 17 eitt veiti. 17? Hvernig dettur svona vitlaus í hug? 17? Þú sagði sömur daginn. Þá var ég að tala um Fílabeinsströndina, ekki Madagaskar. Nei, það var Madagaskar líka. Heyrðu mig drengur, svona var hana, ég eða þú. Þetta var nú ekki kurteisi hjá Katrín. Hann átti að vita betur, orðinn 11 ára, finnst ykkur það ekki? En þetta átti bara eftir að versna, fylgist nú vel með. Þá er best að lesa Biblíunni, það er nú að hæfa að lesa Jólabúspjallið. Jólabúspjallið er líka á samanstöðu síðast. Jú, hérna snúðan sem ég gætti hann í fyrra. Þá hefur ekki lettið í Jólabúspjallið. Og það er náttúrulega í nýja textum á náttúrunni mínum. Þetta les maður í Biblíunni, það er grunninn að verða lagur, menn verða á það menn. En nú er það pakkan. Bílabraut, gestur í bíl, vörsluleikur, iPod. Hvað er þetta pakkanir? Ég veit á fleiri pakka. Það er fleiri pakka. Svona kemur nú ertu búin að opna alla pakkana. Núna skaltu bara leika þér að þeim. Ég veit fleiri pakka, ég þarf fleiri pakka! Þetta er mjög alvarlegt. Ég var að hugga vagnir. Kristín Agli, ekki aðstoð. Blessaður er mjög vel til breyta mér. Hann öskrar og grænur að hunsa fleiri pakka. Veistu hvað þetta getur verið? Já, ég veit þessum veiki, drengurinn hann sem kaupaði upp og því ég ykkur en hlutveiki. Hann er fengið áfallra, þekkandi að opna alla pakkana. Það er ekki gott fyrir börn að láta maður pakkaði voru. Já, það var ekki fyrir að legg og sker. Áttu bara legg og sker? Ég er legg og sker! Ég er legg og sker! Og er eitthvað hægt að gera? Já, það er kveikt að meina hann og fyrir degi, það var smá ávonar. Þetta er hæðilegt, við eigum bara enga pínu eftir til að kaupa það. Þetta var svo fyrir. Þetta gengur hljóðsyndir að gesturna. Ástand Ketills lagaðist lítið þrátt fyrir margvíslegar tilraunir foreldranna til að lækna hann af hlutaveikinu. Þau voru þó ekki tilbúin að gefast upp og ákveðu að gera eina úrslita tilraun. Velkomin í bókabúð Jóns. Ljóðbókina er stór meðgæð, þannig að það er vinsælsta bókin í ár. Já, ég veit að maðurinn minn keypti einhvern til að gera mig, en eftir ég vissi ekki eftir, en hann kann ekkert að halda ljóðbókina. Pabbi, viltu kaupa þetta með nýtt og annað grönt? Ég vil
fá endurútgáfuna í Jóns Hallgrímssyni. Ég vil fá endurútgáfuna í Jóns Hallgrímssyni. Er hann astmakast þegar hann stór undarlegt? Nei, það er mikill aðstæðandi Jónasar Hallgrímssonar. Þegar Íslenska stúlku einmitt haldið hátíðlega aðfært á afmælisdegi Sjálfstæðisflokksins. Mamma, þú verður að gera það. Dauð skammast mín. Ég er það stór, þetta er að stráklega endurútgáfuna. Ég vil fá, ég vil fá! Snarður ekki fór. Þetta leikrit eða það er myndavinsæla. Ég vil gera enga verður hann. Æðaræg og reyndir lögum en þú veit ég hvernig fóröldarinn. Þú að fengið smá smögt að kaupa þig eða hlutafélag að kallast. Mismunnsbarn eiga svona foreldra. Er þetta ólæknandi? Ég veit nú að þetta er einlækning svo nefnilegt svo að sjúklingurinn fá að sjá hvort annar sem er með þessa veiki. Ég var nefnilega með þessa veiki sjálfur. En þegar ég sé þessi óstönd finn ég vera alveg vakna og þetta er ekkert til að kaupa þetta lengur. Mikið er ég glöð að það er að vakna. Eftir að Katli á batnað skildi hann ekki hvernig hann hafði látið. Hann gerði sér grein fyrir því að hann hafði verið sjálfsvískur og gleymt að hugsa aðra en sjálfan sig. Í raun og veru hafði hann bara látið eins og hver annar útrásavíkingur. Eftir þetta gerði næsemi vera sitt leiða ljós, eitthvað sem allir ættu að hafa í huga, ekki síst honum Jóni.